Inga Maja, núna hafa jarðhræringar verið í gangi á aðra viku, margir verið hræddir. Hvaða ráð geturðu svona gefið og hvað það sem skýrir það að við verðum svona rosalega hrædd? Já, góð spurning. Sko, við verðum náttúrulega hrædd af því að við óttumst að eitthvað gerist í framtíðin. Þetta bara svona eins og með bara kvíða almennt. Viðvörunarkerfið hjá okkur fer í gang, tilfinningarnar taka yfir og við verðum hrædd að einhvað hræðilegt gerist. Og þegar maður að tala kvíða þá þetta þessi líkamlegu einkenni. Við fáum kannski andþrengsli, illt í magan, hjartslátturinn fer á fleygiferð og tilfinningi verður þessi ofboðslegi ótti, hvað að fara að gerast, ég ræð ekki við aðstæðurnar, hef ekki stjórn á þessu og hugsunin verður svona hamfara hugsun, veist, þetta fer allt handaskólum, veist, það eitthvað sem að gerist sem ég ræð ekki við. Þannig að þetta fléttast saman, þessi tilfinning, hugsunin, líkamlegu einkennin og öll segja þau okkur að það eitthvað hættulegt í gangi. Og það það sem gerist þegar við verðum svona hrædd og það getur verið svo erfitt að ná fókus eða að ná rökhugsunni yfir þessa tilfinningu og þegar þetta gerist allt saman í líkamanum þá það þar sem við erum. Við eigum ofsalega erfitt með að finna rök fyrir því að líða ekki svona eða vera ekki svona hrædd. Þannig að þegar að það það sem í rauninni gerist, að tilfinningin tekur yfir og það einhvern veginn þannig að ef við ætlum að reyna að halda ró þá þurfum við svona rökræða við og nota þennan sem við köllum raunsæjan hugsunarhátt að við þurfum að hugsa það búið að vera margir jarðskjálftar, það hefur enginn farist ennþá, það hefur enginn húshruni, það hefur ekkert gerst sem svo hræðilegt þó að okkur líði svona. Þetta alveg eins og við reynum að nota þessa raunsæja hugsunarhátt, hvað það sem versta sem gæti gerst? Og í þessu tilviki þá erum við að hristast og það það sem svo óþægilegt. Við höfum ekki vald á því hvenær við hristust eða hvort það lengi eða hvenær, hversu oft eða neitt. Þannig að það það sem svo óþægilegt og það það versta sem gerist. Við hristumst. En það sem við þurfum að nota á móti við erum örugglega öll búin að heyra einhverja verkfræðingar segja okkur að það öll hús á Íslandi eru byggð þannig að þetta heldur, við þurfum bara að vera kjur og anda rólega og vera róleg og vera fyrirmyndi fyrir börnin okkar og eitthvað slíkt. Og það einhvern veginn sú hugsun sem maður þarf að komast yfir tilfinninguna. Já, þetta áhugavert líka bara hvernig heilin okkar virkar þegar við verðum hrædd að dómgreindin svona yfirgefur okkur. En hvaða ráð gætirðu kannski gefið ef við finnum það að við erum orðin rosalega stressuð og mjög hrædd, kannski ein heima og eitthvað svona sem getur ráðlagt fólki, ykkur hugsunarháttur, ykkur öndunaræfing eða hvað það sem fólk gæti hugsalega gripið til? Sko, það eiginlega verður svolítið hver og einn að finna það sem virkar. Það að staldra við og hugsa, anda djúpt 3 og 4 sinnum. Í flestum tilvikum skjálftinn þá yfirstaðinn. Ef maður hugsar það þannig, af því þeir eru yfirleitt ekki það langir hjá okkur. En þannig að það að staldra við og bara aðeins, ég hrædd og viðurkenna það bara en rökræða við sig, ég hrædd, ég ætla að vera hérna samt, ég ætla að anda djúpt og jafnvel að hugsa, ég á góðum stað, ég í góðu húsi, þetta ekki versti skjálftinn sem hefur komið í jafnvel. Vegna þess að ég man, ég var út í skóla á miðvikudaginn síðasta þegar kom skjálfti og mér svo minnistætt að það var einn kennari sem að, það hristist allt og óþægilegt og allt það. Þá segir einn kennarinn, já, hvað ætli þessi hafi verið? 2,7, 2,8, 3,8? Nei, þetta örugglega yfir 4. Þá var hún að nota rökhugsunina sína til að hugsa skalan og skjálftanum í staði fyrir að vera í tilfinningunni. Og það eitthvað þannig sem að getur mögulega hjálpað okkur að hugsa einhverja rökrétt, telja aftur á bak, fara með stafrófið aftur á bak, eitthvað annað heldur en að einbeita sér að tilfinningunni, bara á meðan það líður hjá. Svo getum við bara andað rólega og þetta búið.
Eitt að lokum, Inga María, því að fjölmiðlarnir eru nú allir að fjalla þetta og þeir fjalla nú misjafnlega þetta. Sumir eru svona meira búnir að róa fólk niður og meðan aðrir kannski eru ekki að því. Myndirðu ráðleggja fólki að bara vera lítið að lesa fjölmiðla eða? Ekkert endilega, vegna þess að það að stinga hausnum í sandinn ekkert endilega betra. Veistu, þannig að það að lesa fjölmiðla og nota það í það að hugsa rökrétt getur hjálpað, eins og að lesa hvað verkfræðingur mannvirkjastofnunar hefur að segja húsabyggingar og reglugerður húsabyggingar á Íslandi. Hjálpar þér kannski að hugsa, þau standast öll jarðskjálftana. Það að lesa viðbragðsáætlun hvað átt að gera þegar kemur jarðskjálfti gerir það að þú verður öruggar hvað þú átt að gera og getur þá hugsa rökrétt það. Þannig að plan og undirbúningur og allt þetta getur hjálpað þér. En það ef þú ferð og lest fjölmiðlana og verður rosalega ferði í tilfinningalegt uppnám þá það ekki hjálpað þér. Þá þarftu kannski einhvern til að spegla þig í til að ná þig niður á jörðina aftur. Þannig að þetta getur verið beggja blands, því miður.